Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Nú eins og þið sjáið sem eruð að horfa þessi þáttur nú í mynd og ég hef ákveðið að láta á það reyna að búa til efni núna fyrir þetta hlaðvarp í mynd, en ég er nú þegar að gera það hvort þið er fyrir hlaðvarpið Ein Pæling sem hægt að nálgast á pardus.is/einpæling og því tel ég að þetta ætti nú ekki að vera mikið mál að búa til myndefni fyrir þetta líka. En við sjáum til, þetta verður svolítið með hefðbundnu sniði eins og ég er búin að gera þetta. Ég ætla að veita mér nokkuð frjálsar hendur í þessu. Ég ætla að reyna að birta þætti vikulega á þriðjudögum oftast, en oftar ef að tilefni gefst. En ég ætla líka að veita mér svona svolítið bessaleyfi til þess að gera styttri þætti ákveðin málefni sem ég þykir áhuga að vera þá stunduna, sem ég mun þá birta einungis í hljóði. En eins og segi, ég ætla að reyna að birta sem flest í mynd. Ég ætla að varpa þessu á bæði Vísi og YouTube, og ef þið eruð að hlusta og horfa á þetta á YouTube, þá mun þetta fara allt á sömu rás og hlaðvarpið Ein Pæling, þannig að allt mitt efni verði á sama stað. Og ef þú ert að hlusta á þetta núna á YouTube sem sagt og horfa á þetta, þá þætti mér engar væntum ef þú væri til að gera subscribe á þessa rás fyrir mig, og ef að þið líkar þetta efni gríðarlega væri ég ævintýralega þakkláttur fyrir það ef þú væri til í að deila þessu á samfélagsmiðlum. Þetta verða ekki þessir hefðbundnu frétti vikunar þættir. Það er nú þegar nóg til að þeim og þar að ekki er það mjög gott efni. Ég mun ræða málefni líðandi stundar, en einnig setja nokkuð púður í að skoða breiðari mynd af því sem að ég tel að sé eiga sér stað, bæði hér á landi og víðar. Eins og ég segi, frjálsar hendur, og þetta mun eiginlega snúast fyrst og fremst það sem að mér finnst áhugavert. Ég nenni almennt ekki að tala allt, þó svo að maður festi stundum í því að leitast eftir því að fjalla beint það sem er að gerast á hverjum tíma. En mér finnst almenn umræða vera of mikið fókus á það hvað er að gerast hverju sinni, alltaf með þessa nýju hluti, og við töpum einhvern veginn, við missum sjónar af svona heildarmyndinni. Allt gerist rosalega hratt og við erum að mörgu leyti í ákveðnum svona viðbragðsstjórnmálum á hverjum tíma. En í dag ætla ég að fjalla þá varhugaverðu þróun sem er búin að vera eiga sér stað nokkurt skeið innan akademískra stofnana, sérstaklega náttúrulega í Bandaríkjunum, sem að hefur þessar stefnu hefur tekist að ná ákveðnu svona rótfestu hér á landi líka, sem betur fer ekki að sama marki. Birtingamynd þessa vandamáls er að ungu fólki hefur verið talað í trúum að skynsamlega ráðstöfun á þeirra tíma felist í því að vera að velta sér upp á breytum eins og kyni og kynþætti og kynhneigð og fullt af fleiri flokkum sem maður veit ekki eins og hvað er hverja stundina, þeir eru orðnir svo margir, og að velta fyrir sér þessum breytum daginn út og daginn inn og hvaða áhrif þetta hafi á stöðu fólks í því samfélagi sem þau lifa í. Og nú er ég ekki að segja að þessar breytur hafi ekki einhver áhrif á stöðu fólks, en það sem akademísku umgjörðinni hefur tekist að gera er að sannfara ungt fólk að þessar breytur séu mikilvægastu þættir í lífi fólks, og að þeir einstaklingar sem að tilheyra þessum flokkum eru og verða alltaf fórnarlömb. Þeir sem að viðurkenna ekki sín hlutskipti sem fórnarlömb eru álitnir sem svikarar eigin hóps, og það gert ómarktækt í almennri umræðu. Það sem er hins vegar verst í þessum fræðum er að þrátt fyrir það að kalla sig vísindi eru vísindilega vinnubrögð álitin sem óþarfa hjal sem stendur í vegi fyrir stærra markmiði. Innan slíkra fræða er gagnrýnin hugsun bara einfaldlega afþökkuð, krafist er einskorðaraðri hollustu við hóphyggjuna sem er rótfest í einhverjum svona skrýtnum skoðanapislum sem vinir og vandamenn ritrýna þrátt fyrir það að hafa enga stóður í akademísku og vísindilegum vinnubrögðum, sem hefur verið grundvöllur þess að hægt sé að leita til akademískra stofnana til þess að taka skynsamlegar ákvarðanir hverju sinni. Og það er hérna mögnuð bók sem heitir The New Puritans, sem er þessi hérna, sem er skrifuð af Andrew Doyle, þar sem hann fjallar að það sé mikilvægt að hafa í huga hvaðan uppspretta þessara varhugaverðu þróunar kemur. Því að fólk innan akademíunar, og þá sérstaklega hugvísindana sem hefur verið meira fyrir svona barðin á þessu, eru að sjálfsögðu ekki meirihlutin, hvorki innan akademíunar né í samfélaginu, sem er náttúrulega líka ástæðan fyrir því að þegar að það virkilega kemur til kastana og þegar það reynir á þessa dellu hjá henni þögla meirihluta, sérst alveg hvað fólki finnst í raun og veru. Og þá er ég ekki bara að tala fólk sem bara lifir hérna hefðbundna lífi, þetta líka innan stjórnmálana og jafnvel sem betur fer að hluta til innan stofnana.
En það á aftur á móti ekki við akademískar stofnanir á stórum hluta og þá ég sérstaklega að beina athugasemdum mínum gagnvart hugvísindadeildum og það hefur gætt ákveðinni tregðu að gagnrýna bullfræðin meðal svona eins og segja akademískar stofnana þó svo að breyting hefur orðið á því sko undanfarið eins og ég nefndi áðan þá þetta mikið til komið úr skólum í Bandaríkjunum þar sem að þeir sem eru í rauninni efstu stöðum samfélagsins móta eigin ímynd utan það að þau séu fórnarlömb í Bandaríkjunum náttúrulega, sko ég held að séu 13% þjóðarinnar sem að sækja sér menntun á efstu stigum háskólanáms og náttúrulega miklu færri sem að komast í þessa Ivy League skóla sem að eru Cornell, Harvard, Princeton og fleiri. En þessir einstaklingar sem að starfa innan þessara fræðasamfélags sem að eru þessar stofnanir sem að tilheyra þeim geta í rauninni ekki kvartað undan því hvað þau sárt að binda varðar efnahagsstöðu og því mótaðu einhvern veginn eigin ímynd það að þau séu fórnarlömb undir öðrum formerkjum og þaðan koma þessar hugmyndir Kimberly Crenshaw intersectionality sem horfi til þess að ofangreindar breytur hafi víxlverkandi áhrif á það hvernig eigi að flokka fólk í svona ég muni eftir sér á Reykjavíkurborg og einhverja mjög svo skrýtna forréttinda pírata án þess þó sem að mér finnst svolítið hafa skort í allir þessu umræðu að það ekkert gert fyllilega grein fyrir því hvað þú eigir að gera við þessar upplýsingar þó svo að undirliggjandi skilaboð merki það fremur skýrt að það eigi náttúrulega að koma mismunandi fram við mismunandi hópa og að sjálfsögðu allt í nafni jafnréttis. Mark Lilla, ég nú með bók hans einhvers staðar hérna hann fjallar þetta í bókinni Once and Future Liberal sem er bók sem ég mæli eindregið með og hún er mjög auðlesin, hún er ekki löng og maður eins og segja, maður er fljótur með hana en þar nær hann utan þróunina þar sem hann lýsir því hvernig sko krafan fjölbreytileika undir formerkjum aðskilnaðarstefnu skapaði kynslóð dramsamra narsissískra táninga með skakkar hugmyndir sjálfan sig sem framsækina aktivista sem að væri að takast á við vandamál annara með því að upphefja sjálfan sig og þetta hefur ollið því að varpa skugga á baráttu þeirra sem í slæmri efnahagsstöðu og vinstrivæðingur stjórnmálana misti svo lítið tökin á þeim sem að vinna verkamannavinu. Hann fjallar svo einnig það hvaða afleiðingar þetta hafi í för með sér gagnvart okkar gildum og nú ég að lesa beint úr bókinni, ég ætla að lesa þess hérna fyrir ykkur. Þetta á ensku, ég þorði ekki að þýða þetta út af því að það svo margt sem getur tapast í þýðingunni en þetta stutt og þetta þetta blaðsíðu 131 til 132. Because sustaining civic feeling is so difficult, democracies are subject to entropy. When the bond of citizenship is badly cast or has been allowed to weaken, there is a natural tendency for sub-political attachments to become paramount in people's minds. We see this in every failed American effort to export democracy abroad. And we are also seeing this in Eastern Europe today, a particularly tragic development. Within a few years after the Berlin Wall fell in 1989, democratic institutions were established there, but not a sense of shared citizenship, which is the work of generations. Democracies without democrats do not last. They decay into oligarchy, theocracy, ethnic nationalism, tribalism, authoritarian one-party rule, or some combination of these. Og sko, það sem að mér finnst mjög mikilvægt að minna, sko, ég persónulega tel að Mark Lilla sé ekki að taka of djúpt í áruna og það líka ástæðan fyrir því að ég svona harðorður þetta. Ég tel raunverulega að þessi stefna sem hefur verið leyft, þessari stefnu sem hefur verið leyft að nánast sko óáreitt grafa undan stofnunum og gildum okkar samfélags sko hafi samhliða því að náttúrulega eins og segi grafa undan málfrelsi og skoðanafrelsi tekist að grafa undan lýðræðinu sjálfu. Því að sko skoðanir fólks og tjáningafrelsi og annað sem við kemur þessum mikilvæga þáttum sem að við höfum haldið í heiðri eitthvað sem bara virt að vettugi undir þeim formerkjum að vísindaleg nálgun hafi leitt okkur að niðurstöðu sem ekki megi efast Þessi niðurstaða svo varin með því að færa rök fyrir því að efasemdir sem hægt að finna stefnuna sé í eðli sínu ekki heilbrigð gagnrýni heldur hatur gegn þeim hópum sem að þau telja sig vera að verja og sko eins og ég segi aftur sko hópar sem báða ekkert að vera eitthvað sérstaklega varðir þegar öll að botnin hvolft nema náttúrulega í þessum stórkostlega
Já, forréttinda hópum sem eru í þessum þessum Ivy League schools eða Ivy League skólum. Og eins og segi, það bara hatursorðræða að tala á öðruvísi máta. En skoðum þetta aðeins út frá sjónarhóli þeirra sem eru að sækja sér slíka menntun. Því að sorglegi þátturinn í þessu þetta að ungt fólk sem hefði getið verið að beita sig fyrir því að bæta umhverfi og leggja sitt á vogarskalana til að bæta líf annara með sérþekkingu á sviði sem að gagnast öðrum í stað þess að afla sér upplýsinga sem að bæði eru rangar og gagnast eiginlega hvergi. Og þar sem þetta birtist hvað helst náttúrulega ekki þegar það gengur vel, heldur fyrst og fremst þegar það gengur illa. Þessi fræði eru í rauninni forréttindafræði því að það hægt að skaffa störf utan svona einkennileg áhugamál þegar það gengur vel, en þau verða líklega og sem betur fer fyrst til þess að hverfa þegar það byrjar að ganga illa, eins og þegar efnahagsmálin standa á verri stóðum heldur en áður. Og svo skrítið líka bara að kalla þetta fræði, því markmiðið í eðli sínu að vera fórnarlamb. Það að vera fórnarlamb, gerir það að verkum að þú ert hærra metin. Ég segi, þú settur í hærra í píramídan eftir því hversu mikið fórnarlamb þú ert. Og orðið eins og ofbeldi eru útþynnt til þess að þóknast skilmálum það hvað að þú teljist vera fórnarlamb. Ef að viðkomandi getur ekki talist vera fórnarlamb með einum eða öðrum hætti, farið í því að beita sig fyrir að rýmka skilgreininguna og hugtakanótkunum það hvaða hópar teljast vera fórnarlamb. Og þetta einmitt það sem að sálfræðiprófessorinn Jonathan Haidt talar Ég nú bók hans líka ég var vel undirbúinn The Coddling of the American Mind, sem ég mæli eindregið með að lesa líka. En hann talar concept creep, sem eru hugtök sem eru víkkuð út, bæði lágrétt og lóðrétt. Lágrétt þar sem að hugtök eru farin að skilgreina undir fleiri hluti, eins og að fleiri hluti séu orðnir ofbeldi, en líka lóðrétt þar sem að stigsmunur þess hvað telst vera ofbeldi, þar að segja eitthvað áreiti sem að umræðir geti líkast talist vera ofbeldi, það verður líka sjálfkrafa ofbeldi. Og eins og ég nefndi áðan, þá það oft á tíðum hópar sem eru ekki að skilgreina sig sjálfa sem fórnarlömb og vilja ekkert vera skilgreindir sem fórnarlömb, sem að samt sem áður gerð nánast krafa. Og það fólk sem að krefst þess að aðrir skilgreina sig sem fórnarlömb til þess einmitt að þau geti mátað þann veruleika við eigin hugmyndafræði. Og þessir hópar náttúrulega sjaldnast eitthvað sameiginlegt, en þeim gert eitthvað sameiginlegt með því muni eftir bannað að vera tabú þar sem alls konar hópar eru settur undir sama hatt, en svo fellur þetta sjálft sig náttúrulega þegar að þessum hópum náttúrulega misgrein og gera þessi grein fyrir því að þau eiga ekkert mikið sameiginlegt og þá allt í einu fara þau að berjast það hvor hópurinn sé mikilvægri, eins og gerðist í Women's March á sínum tíma þegar að Linda Sarsour fór fram á það að gyðingar og hvítar konur ættu ekki að vera að leiða Women's March út af því að þær væru hvítar. En konur á Íslandi eru í sjálfu sér gott dæmi þetta. Ef ung kona segist ekki vera fórnarlömb þess samfélag sem hún býr í, þá hún einfaldlega þá hún ekki bara mótuð af eigin blekkingu, heldur einnig að hún stendur í vegi fyrir það að aðrar konur fái tækifæri til þess að móta eigið líf. Og þetta eins og ég segi, fólk í valdastöðu sem að segist einnig sjálft verða fyrir ofbeldi undir sömu formerkjum. Og eins og segi, þetta alltaf svo útrýmkuð einhvern veginn skilgreining á þessu öllu. Ég sá núna bara fyrir skömmu status frá Birni Leví, sem náttúrulega, hann kannski ekki valdamikill stöðu, en hann skrifaði Facebook status sem fannst ná ágætlega það sem að ég var að tala og hann skrifaði færslu sem maður langar eiginlega bara að lesa í heild sinni og hún byrjar svona: stutt lýsing á því hvernig pólitíkin virkar, og hann er alltaf alþingismaður og hann að tala sína eigin reynslu af því að vera alþingismaður. Þetta ofbeldis umhverfi. Að því sögðu, þá gott að hafa það í huga að þetta auðvitað ekki stöðugt ofbeldi. Leyfi ég að segja, það ekki stöðugt ofbeldi að vera alþingismaður sem betur fer. Eins og alls þar annars staðar, þá gengur það í svona bylgjum eftir málum. Það að segja, þegar það þarf eitthvað að láta gerast, gripið til þeirra aðgerða. Gripið til þeirra aðferða, afsakið. Annað sem þarf að hafa í huga að flestir flokkar sætta sig við það að svona virki stjórnmál og taka því bara sem þátt í leiknum. Reyna að taka því ekki persónlega af því að þetta eins og í borðspili. Ef þú lendir á hótelreit hjá mér þannig að þú verðir gjaldþrota, þá það bara þannig. Þannig eru reglunar. Fólk hagar sér sem sagt eftir ímynduðum reglum sem geta alveg verið aðrar.
Að lokum þá er það spurning samstarfsvilja. D.O. sem Davíð Oddsson held ég, lýsti því vel hvernig þetta virkar. Að hjóla í öll mál, líka þau sem hann var sammála. Þetta ofbeldi í hnotskurn. Það ekki unnið málefnalega. Og það sem meira þeir flokkar sem vinna málefnalega, hinir flokkanir gera ráð fyrir því að það sé ekki málefnaleg gagnrýni og taka henni því ekki alvarlega. Og tilvitni lýkur. Og sko, mér langar aðeins að vekja athygli á síðustu málsgreininni þar sem að hann fjallar samstarfsvilja. Og aftur að þessum stutta Facebook status. Að lokum þá spurning samstarfsvilja. D.O. aftur Davíð Oddsson lýsti því vel hvernig þetta virkar. Að hjóla í öll mál, líka þau sem hann var sammála. Þetta ofbeldi í hnotskurn. Það ekki unnið málefnalega. Sko, það að vinna ekki með stjórnarandstöðuflokkum ekki ofbeldi. Já, ég geti verið sammála að stundum geti stjórnmálamenn verið hálfbarnalegir í því að fagna ekki því sem vel gert af þeim sem eru pólitískir andstæðingar. En að alþingismaður og sko að ræða ofbeldi á slíkan máta þykir mér þykir það hálfgalið. En sko þrátt fyrir það að mér þykir það galið, þá það í rauninni ekkert óeðlilegt miðað við fyrirliggjandi forsendur. Akademískt umhverfi og umræður almennt hafa byggst á því að bæði, það sem náttúrulega Orwell og Huxley vöruðu við á sínum tíma, að sko hugtakanotkun sem breytt til þess að máta sko fólk við ákveðin raunveruleika sem ekki til staðar, mjög varhugaverð þróun. En svona aðeins til að færa rök líka sko gegn einu máli, sko Spinoza sagði að eitt af því mikilvægasta við frelsi einstaklingsins væri að fá að skilgreina þann veruleika eins og hann sæi hann. Held hann hafi sagt að það væri sko að þú geti verið meistari þinna eigin hugsana, að þetta væri ákveðin, eins og segja, að það væri náttúrulegur réttur að vera meistari okkar eigin hugsana og að þegar honum væri ógnað með orðum ofríki æðstu valdhafana þá séum við komin á mjög vondan stað. Þannig að kannski eins og segi, kannski ég að tala í þversögn við sjálf á mig og að Björn Leví eigi að geta túlkað það hvernig hann sjáu ofbeldi, en ég tel aftur á móti óeðlilegt að við séum ekki að beita okkar sko fallegu tungu sem hefur orðið yfir hérna sko ýmsu hluti varðar tilfinningalíf okkar og skakkaföll og að nánast allt varðar samfélagslegu umgjörð okkar geti kallast ofbeldi og þetta sé ógeðslegt samfélag og allt það. Og svo ég para það líka sko við varnaðarorð sko Orwell, þá nefndi hann bæði beint og óbeint með sínum skáldsögum og öðrum ritum að ef þú vildi reyna að greina vald þá ættir að reyna að greina sko umræðu þess sem að valdi hefur og valdið á sérstaklega umræðanum og hvernig sko hugtakanotkuninni væri breytt dag frá degi og að sjálfsögðu hugtakanotkun sem ekki megi efast um. En þessi orð Spinoza frelsið byggðist á því að við fengjum að vera meistarar okkar eigin hugsana og hún varpar ljósi á eins og segi annar vinkil sem að hefur farið forgörðum í þessum fræðum sem ég er búin að vera að ræða og það að hefðbundnar skoðanir geti talist vera svo rangar að sé að ræða ofbeldi og ef að viðkomandi upplýsir aðra sína skoðun á tilteknu málefni, ef allir karlmaður á ég veit ekki, Vopnafirði, ég ekkert að segja að það sé endilega á Vopnafirði, en ef hann segir til dæmis að hann telji að konur geti ekki breytt sér í karl eða öfugt, að þá sé að aðför að fólki sem telur sig geta það. Og athuga að ég ekki að taka afstöðu til þess hvort að fólk geti breytt sér úr konu í karl eða öfugt. Ég að benda á það að kalla viðkomandi ofbeldismann og að hann eigi að sæta félagslegum refsingum að valda því að orð Spinoza eru fyrir borð borin. Persónulega mér sko slétt hvernig fullorðið fólk telur sig vera. En þetta að mínum að þetta einkennileg staða til að vera í. Og þetta kemur allt úr sko mjög einkennilegum kemum akademísks samfélags. Og það sem hefur gerst í akademísku umhverfi að víða í hinum helstu skólum sem hafa byggt sitt orðspor á því að móta afkasta mestu einstaklinga heimsins hér áður, hefur sko orðið fégræðgi að bráð og allir því að prófessorar sem vægast sagt eru ekki starfi sinu vaxnir hafa fengið að móta einstaklinga sem eru við útskrift ekki betur í stakk búnir til þess að takast á við lífið. Þetta eru rauninni bara sko einhverja einstaklingar sem eru landganguliðar í einhverjum hugmyndafræðilegum delluhugmyndum það hver sé besta leiðin til þess að minnka vægi kynþáttar og kynhneigðar og annar þátta og að sko leiðin til þess
sé að einblína eins mikið á þessa þætti og gera það á miðpunkti alls sem viðkemur mannlegu samfélagi og beita sér fyrir aðskilnaðarstefnu og valdapírutum til þess að gera öðrum grein fyrir því að hvernig aðrir eiga að haga sér og að þetta eigi alltaf verið tekið alvarlega. Og athugið það líka, sko, og hverjum eigi ekki að vera tekið alvarlega líka. Út af því að, sko, að þegar allt kemur til alls náttúrulega, þá er það að segja að þú veist, þú ert að máta þínu orðræði við ákveðin heim, sem er gott að blessa það. En það er líka verið að færa rök fyrir því hverjum eigi að vera tekið alvarlega og hverjum ekki undir þeim formerkjum hvaða kyni þeir tilheyra. En á sama tíma eru þau að segjast vera að berjast fyrir því að kyn sé tekið út úr jöfnunni. Og eins og segi, það er náttúrulega, það er ekki hægt að taka þessu alvarlega. En eins og segi, að slæma náttúrulega í þessu er að á meðan á þessari bullstefnu allri stóð, þá sátu valdhafar þessara akademísku stofnana sem hefði átt að vera að verja akademist frelsi og vinnubrögð annara prófessora og tóku skammtíma hugsununa vegna þess að peninga streymdu inn, sem að náttúrulega er það versta í þessu öllu. Og nú eru ótal margir, eins og segi, stúdentar sem að hafa einfallega verið sviknir, þeir hafa verið gabbaðir í það að eyða bestu árum lífsíns og sko eyða í sum tilfellum sko 20 milljóna króna í að sækja sér bullmenntun. Og Neil Ferguson hefur barist fyrir því að móta nýjan skóla sem er byggður á þeim stoðum sem að gerðu aðrar akademiska stofnanir forðum að því burðarafli sem áður var. Og hér er hann að fjalla þróununa eins og hann sér fyrir sér. We have to, in this country, this is really important, realize the path to hell for universities has a sign that reads diversity, equity, inclusion. And you have to understand that. I'm sorry, because I know these words sound nice and nobody wants to be against them, but I have to tell you that in George Orwell's 1984 words mean the opposite of what they appear to mean. So what diversity, equity, inclusion turned out to mean at Harvard was uniformity of thought, no equity, no due process for anybody who fell foul of the Inquisition, and exclusion of conservatives and indeed anybody who was deemed to be too far to the right, including classical liberals. So British universities, British schools, please heed my warning. There is no excuse for making these mistakes when they've already been made in America over the past 10 years and the consequences are plain for all to see. If any institution that you're involved with is doing this stuff, point out where it led Harvard. When I went to Harvard in 2004, I was extremely excited. It was the best university in the world, and I really felt that I had arrived. Larry Summers was president. It was intellectually a vibrant place. Fast forward to 2023-24, and it's a laughingstock. If that's what you'd like to happen to Oxford and Cambridge, then proceed down the DEI path. But it is a path to hell. And I can't emphasize enough the lamentable folly of repeating mistakes when they so obviously have these consequences. I feel passionately about this because I was a lucky young person. I got to think freely, speak freely, take risks in classrooms, say dumb stuff in tutorials, write stupid stuff in student magazines without the thought police, without the social media, without that sense that there would be terrible, irreparable consequences for my entire life. Today's 18, 19, 20, 21-year-olds who are in undergraduate programs in the US live in a climate that's almost like a totalitarian light, fearful of what their comrades may say to the high authorities, worrying if the dean for student affairs or the vice provost for this or that or the diversity, equity, inclusion officer will send them the dread email saying, would you please report there's going to be an investigation into the party that you held in which somebody wore an inappropriate costume. That stuff is like something out of Stalin's Soviet Union. The secret letter of denunciation. I had one read to me once. It's sick, and we've allowed it to happen in the greatest universities in North America. Don't let's have it happen here, because young people have a profound entitlement to free thought. They have a right to be able to say stupid stuff. That's the only way you learn. I have said a lot of wrong things. I've published articles that were completely wrong. You've got to be willing to take some intellectual risk to arrive at truth. That's why we say the fearless pursuit of truth, because you have to take some risk. There's no risk in academic life anymore in America. Nobody dares step out of line. That's so sad. I would never have thought that would happen, because
I thought, Ruthula, I thought that stuff happened in totalitarian regimes when there was a dictator in place. That in a free society, people could volunteer to write letters of denunciation about their classmates. I never thought that could happen. And yet it has. That's been one of the biggest surprises and disappointments of my life. There is so much more to say. Og sko, hugsið ykkur praktist eðli slíkrar þekkingar sem við höfum verið að ræða. Hugsið ykkur hvað fólk sem er búið að sækja sig þessa menntun ætlar að gera. Ef við hugsum bara til þeirra sem voru plataðir til að sækja sig sem svona bullmenntun, sko, við hvað ætlar að vinna? Og nú veit ég alveg að það eru suma gráður þar sem þekkingin hefur ekki bersýnileg tengsli störf sem að viðkomandi kemur til með að sinna. En í mörgum þeim gráðum eins og til dæmis tökum heimspeki bjóðast líkar undirstöður upp á það að fólk hugsi hlutinu út frá praktísku eðli og þar af leiðandi hefur jákvæð áhrif á starfsemina þar sem að gagnrýn hugsun temur fólki að hugsa út fyrir kassan og að leita lausna sem hefur jákvæð áhrif á starfsemina. Það er einfaldlega ekki hægt að segja það þessar gráður, því munurinn er sá að í stað þess að læra hvernig á að hugsa er fólki kennt hvað á að hugsa. Og glæpur stefnu akademiska stofnana að mér finnst, sérstaklega vestanhafs, er gríðalegur. Og hann er sá að hafa ollið því að fégráðu fólki með kynþættablæti hefur tekist að taka yfir stóra hluta háskólasamfélagsins og jafnvel smitað inn á aðra deildir eins og það er komin svona indigenous math og eitthvað starffræði fyrir einhverja sér hópa og eitthvað, þetta er þvælan. Hefur einnig náð eins og í alla aðra kíma og náttúrulega, svo ég tala það, aðrar opinberar stofnanir eins og hér á landi. Í stjórnmálafræði er til dæmis kynjafræði, skildugrein, sama við félagsfræði, svo eru fjölmargir áfangar í vali sem að snúa þessu innan annarra sviða og athuga að þetta er innan þess flokks, fjölbreytileika, inngilding og jöfnuði, eða DEI eins og þau eru talað Diversity, Inclusion og Equity. Allar þessar greinar eru bundnar við óvísindalega greinar þar sem að skoðanapistlar þeirra sem ég hef verið að ræða hér í dag ritrýna bullskrif sem eiga sér engar vísindalegar stoðir. Og það sem er náttúrulega vandinn við þetta er að þetta grefur undan öðrum akademískum greinum og þá sérstaklega á félagsvísindarsviði. En af einhverjum ótrúlegum ástæðum hafa þeir sem hafa verið eins og segi burðarafl innan háskólasamfélagsins verið meðvirkir í því að leyfa þvælugreinum og sérstaklega þeim greinum sem að hafa í gríð og erg gerst uppvís af því að beita, svo ég nefna þannig bara aftur, óvísindalegum vinnubröðum sem eru bara samþykkt og hort í hinn áttina. Og eins og segi, þetta er bara þegar það gerast uppvís að brotum gegn akademískum ferlum og akademískum prinsipum. En samt sem áður er hér á landi verið að styðjast við gögn og ritrýnda greinar frá stofnunum sem eru ekki að stunda vísindi, heldur aktivisma í þágu pólitískra markmiða. Og þetta er það sem ég hef verið að reyna að færa rök fyrir bara í mjög langan tíma, að það er ekkert pólitískt eða akademískt aðhald gagnvart þeim greinum sem eru samþykktar sem ritrýndar greinar og því eru fræðin í eðlisinu ómarktæk og jafnvel ritrýndar greinar sem eru að vinna eftir þessu og vinna með vísindalegum prinsipum eru líka ómarktækar út af því að þær styðjast við greinar sem eru einfaldlega að þvæla. Þannig að það er búið skekkja allt sem við kemur þessum fræðum sem að náttúrulega sérst þegar hortið er á niðurstöðu þessa greina náttúrulega með oft á tíðum minnstu gagnrýni. En sem betur fer er ljós við endagangana. Ég vil að fólk athugi að það eru rétt rúm 2,5 ár síðan að allir frambjóðendur alþingiskosninga sögðu að það væri skynsamlegt að kynjafræði skyldi vera kennd sem skyldufag í öllum framhaldsskólum og öllu landinu. Og nú er ég ekki að segja að það sé ekki fólkina þessara fræða hér á landi sem að sína einvörðungu slæm vinnubrögð sem kynjafræðingar til ég til að mynda að vera bara alveg frábærir og hafa jafnvel varað við sömu hlutum og ég hef verið að nefna hér. En það sem að koma í ljós nú meira en nokkur sinni fyrr er að stoðir þessara bullfræða eru að molna. Þeir sem hafa verið að fylgjast með þróun til dæmis eins og í Harvard hafa tekið eftir því að það hafa verið ákveðin, það hefur svona stífla brostið. Og raunverulegi vísindamenn á borð við Steven Pinker og aðra hafa loksins séð sér fært að færa rök fyrir því hversu hlægileg en jafnframt hættuleg þessir fræði raunverulega eru. Það er komin tími til að hugmynd okkar hvað það telst að vera karlmaður eða hvað telst
að það sé karlmennska til að mynda, sé ekki skilgreind af hugmyndasnauðum og stefnulausum áróðusherferðum ríkisreikjanna gervivísinda þar sem krafist þess að fávísi óvísindalegra vinnubragða sem gegnsýrt hafa stofnanir hér á landi stýri því hvernig við tölum og hvernig við högum okkur. Verðmat einstaklinga og ekki verandi formerkjum þess hversu mikið fórnarlamb þú ert, heldur bundi við framlag þess sem ræðir. Sama hvoru kynan tilheyrir eða hvernig hann á litin eða allt þetta dót. Ellegar, ef við náum okkur ekki úr þessu, tel ég að akademiska stofnanir og aðrar stofnanir í okkar viðkvæma lýðræði muni standa frammi fyrir vantrausti eins og við erum að sjá bara núna bæði í vestri og austri. Það sem að við höfum orðið vitni af undanfarin ár verður held ég minnst sem sorgarsögu. Ungt fólk hafa bara einfaldlega verið svikin tækifæri til þess að móta eigin tilvist og getu til þess að bæta umhverfi sitt og annara náttúrulega líka. Og í stað þess að skapa sterka einstaklinga með sterka rödd og gagnrýna hugsun sem að geta tekist á við erfið verkefni höfum við herskara af blöngum skuldsettum ungmennum sem þurfa aðra til að sjá fyrir sér. Í stað þess að læra hvernig á að hugsa, lærðu þau hvað þau hugsuðu. Í stað þess að vera mótandi einstaklingar höfum við mótaða einstaklinga sem að engin eftirspurn eftir. Eins og ég segi, því miður verður vart hægt að horfa tilbaka á þessa tíma nefn með tárvotum augum. En það horfið til betri vegar. Það er ekki alveg ljós hversu langan tíma það mun taka að uppræta alla þessa vitleysu og þessa svikamillu. En hér á landi er vandinn sem betur fyrir smærri, eins og hann er miklu stærri í Bandaríkjunum og miklu stærri í Bretlandseyjum. Og því ætla ég að leyfa mér að vera bjartsýnn gagnvart þessu vandamáli. Takk hérlega fyrir að hlusta og þangað til næst.